Komið þið sæl og ég ætla nú að byrja á því að óska ykkur innilega til hamingju með fundinn í dag. Þetta er eitthvað sem ég tel að skipta okkur miklu máli. Og ég bjóst nú ekki við þessum fjölda sem er mjög ánægilegt að sjá og gleður mig mikið. Nú eins og Sigmar sagði þá er ég forstöðumaður meðferðarheimilis í Krýsuvík og búinn að vera þar í svolítinn tíma. Og eitt af því sem meginmarkmiðið sem við vinnum með er að vinna með áfengis- og fíknisjúkdóma. Og meðferðin er byggð þannig upp að lágmarkstími er 6 mánuðir og lengst af höfum við verið með skjólstæðing í 3,5 ár. Og við trúum því að þegar við erum að vinna með fólk að það sé ekki hægt að setja einhver tímamörk á það og það skiptir máli að ná svolítið fyrir endan á þessu máli. Eitt af því sem við höfum gert nokkuð reglulega er að meta meðferðin og árangurinn á starfinu. Og 2004 þá getum við gera innra mat á meðferðinni. Og það kom í ljós að þar hallaði verulega á hlut kvenna, bæði í meðferðinni sjálfri og árangurinn. Og þetta sýndi sig í endurkomum og þetta sýndi sig í brottfalli og við settumst niður og við þurftum aðeins að fara að skoða þetta. Og það varð úr að við settum upp sér teymi og sér prógram fyrir konur og við reyndum að jafna kynja hlutfallið í meðferðinni. Og við urðum strax var við mikla breytingar. En það var ekki bara áfengis- og fíknisjúkdómar sem við vorum að díla við. Það sem kom í ljós í þessu innra mati var það að konur voru að eiga við meira heldur en bara vímuefnavanda. Þær voru líka að eiga við áföll. Það er það sem við sáum á þessum tíma og fókusinn lenti náttúrulega eðlilega bara strax á því sem snýr að kynferðisáföllum. Við réðum inn manneskjur í starfi í Krýsuvík og þau komu þar einu sinni í viku, konur frá Stígamótum. Og það sem gerðist var það að árangurinn í meðferð á kvenmönnum jókst alveg gífurlega. Bæði minna brottfall og eins það að þær entust lengur í meðferðinni. 2006 þá urðum við að hætta þessari vinnu sökum fjárskorts en þetta var okkur svona hugleikið hvað það væri sem lægi þarna baki og við förum aðeins að rýna í þetta og það kemur í ljós að stór hluti okkar skjólstæðinga er með 2 eða 2-falda greiningar og stundum fleiri en 1 og stundum fleiri en 2 og stundum fleiri en 3. Og við urðum var við þessar geðraskanir vissulega og við urðum var við kynlífsfíkn og spennufíkn og reiðistjórnun og svo framvegis. Og við sáum það var ekki nokkur leið fyrir okkur að vera fókusera einungis á áfengis- eða vímuefnavandann, að við þyrftum að fókusera á persónuna sem heild og vinna með hana sem eina heild og fá fagaðilega að málum. Og 2010 þá förum við í það að setja upp teymi innan meðferðarstofnunar þar sem við menntum ráðgjafa og fókuserum á það að ná í verkfæri sem við þurftum til þess að fara að vinna með þessi áföll. Og eftir sem maður opnaði þessa kistu meira þá kom alltaf meira og meira í ljós, erfiðari og erfiðari áföll og þyngri og hægt og rólega þá stækkaði meðferðin og hún stækkaði í rauninni á þann væng að við vorum farin að horfast í augu við meira af áfallavinnu heldur en kannski beint vinnu með áfengis- og vímuefnavandamál. Auðvitað var það svona undirtónn í allir meðferðinni að vinna með vímugjafana og það markmið að koma skjólstæðingnum út í samfélagið edrú og jafnvel að geta komið á þann stað að hann verði hæfur til þess að fara að vinna og taka þátt í samfélaginu. Og við lítum reynda þannig á það að okkar hlutverk er kannski að brúa bilið frá því að vera svona lamaður á þessum stað, geta ekkert gert og yfir í samfélagi og mynda þessa hæfni þannig að viðkomandi geti orðið þátttakandi.
Satt best að segja þá óx þetta aðeins og mikið og í svona framhaldinu af því að það var skorið niður hjá okkur fjármunir og þá þurftum við að draga saman og við sáum ekki fram á það að geta haldið þessu úti en við réðum samt sem áður í það verkefni að þýða bók sem heitir 8 lyklar í leið að bata eftir áföll eftir Babette Rothschild og við ákveðum að fara að vinna með hana í meðferðinni með skjólstæðingum okkar og nota hana til þess að yfirstíga þessi áföll og þessa áfallavinnu. Þetta hefur gert það að verkum að við erum að ná meiri árangri í meðferðinni og við erum að sjá árangurstölur hjá okkur þar sem að þessi fókus skiptir alveg gríðarlega miklu máli við það að koma fólki aftur út í samfélagi, hvort sem það eru vímuefnasjúklingar eða áfengissjúklingar. Og það einhvern veginn þannig að ég tel það vera svona kannski okkar megin hlutverk að mæta fólki þar sem það er. Og hluti af því að skilja við hvað við að eiga. Og ég rosa þakkláttur fyrir að fá að vera boðið að koma í dag og deila þessar reynslu með ykkur. En það sem að skipti máli og mér finnst þessi tímið með ykkur í dag segja mér svo mikið að við erum ekki alveg eini í þessari vinnu. Þú veist, ég sé fagfólk og ég sé fólk sem hefur mikinn áhuga á þessu starfi og er með hæfni til þess að takast á við þetta. Og þetta hleypir svona blóði og styrk í það að ég geti haldið áfram og fari kannski að sækja meira fé til þess að breikka þessa vinnu því að þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Þetta er ekki kennitölur sem í húfi, þetta er fólk sko. Og það sem að skiptir svo miklu máli fyrir mig er það að þetta er fólk með tilfinningar. Og við bara trúum því út í Krýsuvík, við trúum því að þó við séum kannski að reka fyrst og fremst áfengis- og vímuefnaaðferð, þá er ekkert mannlegt okkur óviðkomandi. Og við ætlum bara að halda því þannig. Það að geta verið á þessum stað í 6 mánuði og unnið með skjólstæðinga og hjálpa þeim að komast út í samfélagið, það gefur náttúrulega alveg gríðarlega mikið til þeirra sem að vinna þessa vinnu. En það tekur líka alveg gríðarlega á. Þess vegna er ég svo feginn að þessi vakning og þessi vitund sem að eiga sér stað í samfélaginu sé að verða meiri og meiri og það er að koma meiri þungi inn í þessu umræðu. Nú, ég held að svona ef maður lítur yfir sviði heilt yfir það að þetta sé svona eitthvað upphaf af samvinnu og tengingu hjá einstaklingu sem að vinna faglega vinnu á vígvellinum, ef maður getur kallað þetta vígvell. Og ég held að ég bindi bara mikla vonir við það að sjá ykkur og fleiri leggjast á plóginn við það að reyna að ná utan um þetta. Þetta er náttúrulega verkefni sem þarf að vinna. Og ég er bara að díla við einn angan að því. Ég er bara að díla við það sem snýra áfengis- og vímuefnasviðinu þó að ég sé aðeins að þvælast þetta inn á þessu áfallasviði. En það þurfa að koma fleiri að og ég held að sameiginlega þá getum við fært þennan stein úr stað og haldið áfram. Nú, ég er bara að þakka kærlega fyrir mig og ég ætla ekkert að hafa þetta lengra og þakka ykkur að vera hérna.